Sigurður Sigurðsson, hversu stór var íþróttadeildin þegar þú byrjaðir, fyrsti íþróttafréttamaður sjónvarps? Já, ég vil ekki segja hálfur maður. Hálfur maður? Já, því að það var eitt fyrir báðar deildir. Og aðstæðan? Aðstæðan, hún var sæmileg svona fyrstu mánuðina. Já, þú unaði vel á borðhorninu á Sonju? Já, byrju nú við, ég hafði nú borðað á fréttastofunni fyrst, því að það voru ekki nema 4. Já. Svo bættist við þegar dögunum fjölgaði og þá var mér hent út og ég fekk að vera borðshorninu svona Díogó í fræðsludeildinni eins og það hitt. En svona, ef við bregðum nú upp broti af þér í starfi núna, hvað ættum við helst að sjá? Ég veit ekki, það er nú erfitt að það er lítið til sem hefur verið geymt frá þessum tíma en ég var nú svo heppinn að ég náði þannig filmu frá Svíþjóð, frá Stokkólmi sem var tekinn á Ólympíuleikunum 1912. Þá sýndu Íslengur glímu með þær. Til að taka varðarmissilin sagði 1912? 1912, já. Og það var, ef að þú ættir hana, það var gaman að sjá það. Jú, við erum með þetta allt saman hérna, ekki bara að fá að sjá þetta. Árið 1912 voru Ólympíuleikar háðir í Stokkólmi. Íslendingar sendu 8 menn til leikana, 6 þeirra sýndu íslenska glímu en 2 þeirra tóku þátt í íþróttakeppninni. Þáttakendur í förinni voru Jón Halldórsson, Axel Kristjánsson, Kári Arngrímsson, Hallgrímur Benediktsson, Halldór Hansen, Sigurjón Pétursson, Magnús Kjaran og Guðmundur K.R. Guðmundsson. Jón Halldórsson keppti í sprettlaupum og Sigurjón Pétursson í grísk-rómverskum fangbröðum. Glímumenninni sýndu og kepptu á Ólympíuleikvanginum í Stokkólmi. 5 af Ólympíuförunum eru nú látnir. 2 þeirra, þeir Guðmundur og Halldór, eru hingað komnir í tilefni þess að sjónvarpið hefur eignast stutta kvikmynd sem tekin var af glímumönnum þeir kynntu þjóðaríþróttina á Ólympíuleikvanginum 1912 og áður en lengra haldið skulum við líta á þessa mynd. Þeir félagar Halldór Hansen og Guðmundur K.R. Guðmundsson hafa nú séð þessa sögufrægu kvikmynd hér í sjónvarpssal en Halldór, setningarathöfnin og fylking íþróttamanna inn á leikvangi var nokkuð söguleg að þið Íslendingarnir Jú, að því leyti að sviknir, sástu ekki? Það var búið að ákveða að við gengum í fylkingu með Dönum og undir danska fánanum en því neituðum við harðlega og þetta gekk í stappi, það komst fyrir danska utanríkisráðherrann og hann samþykkti að lokum að við fengjum að ganga inn undir sér og undir íslenska merki. En samt sem áður þá brást þetta á síðustu stundu. Sænska nefndin vildi ekki móðga Danina sem ennþá héldi því fram að við ættum að fylgja þeim. Svo við gengum ekki inn á íþróttavanginn í byrjun leikana. Sátuð hjá? Sátum hjá. Og var það svik hjá þessum ólympíunefndarmanni danska? Eiginlega, okkur fannst það. Já. Áttuð að ganga í miðjum danska hópnum kannski? Það held ég nú ekki, en við áttum að ganga minnskosti fyrir aftan þá. Og svo eruðu blaðaskrifum þetta í Danmörku og Svíþjóðanda líka og við náttúrulega skammaðir á Dönum fyrir tiltæki. En ykkur hefur tekist að vekja þarna athygli á íslensku þjóðinni og sjálfstæðisbaráttunni? Það var minnskosti árangurinn. Sigurður, hvernig fórst að því að ná í myndina, segirðu þarna? Já, það er svona dálítið tildrög að því að það forystumaður glímusambandsins kom til mín
einhvern daginn. Hann var nú þá að reyna að hressa eitthvað upp á glímuna sem ekki veitti af og ekki veitir af ennþá. Og hann sagðist hafa grunum að Svíar ættu bút af kvikmynd sem að tekin var af Íslendinguna við glímasýninguna á Ólympíustadion. Og fór fram á það að við skrifuðum Svíunum og við hvort að getum ekki fengið þessa filmu. Og við gerum það, skrifuðum fljótt og ég átti hann ekki vona á neinu jákvæðu svari svo sem, en það kemur jákvætt svar og þeir segja að það er alveg sjálfsagt að þið getið fengið þessa filmu ef þið borgið það sem það kostar að kopjara. Og var það ekkert vandamál þá? Já, það tók náttúrulega sinn tíma svona, það þurfti ýmsir að leggja svona mat sitt á það. Já. Ég man ekki hvernig það leystist, en það leystist. Hvað kostaði þetta? Það voru nokkur 100 krónur. En Bjarni, var Sigurður, var hann lærimeistari þinn í íþróttafréttamennsku? Sjálfsögðu var það var hann sem kom mér inn í þessa stofnun og skildi mig síðan eftir. Einar, ég fekk að vísu annan ágætan mann við hliðina á mér, það var Rómar Ragnarsson. Já. En hann lék saman leikinn og Sigur og hann skildi mig líka eftir. Það fara allir frá þér? Það er einkennilegt þannig, já, það hlaupa allir, leiður fá tækifæri til, en ég sitt alltaf eftir. Já, en er þá gaman að vera íþróttafréttamaður? Auðvitað er það gaman, annars væri maður ekki í þessu, ég er búinn að vera í þessu, þriðji áratugurinn er nú byrjaður. Og maður væri nú ekki í þessu, það er ekki gaman þessu. Það er misjafnlega gaman, en við erum pínlítið ólíkir við Bjarni þessu leyti. Ég fór alveg þrælnauður í þetta og hætti eins fljótt og ég gat. Og ég er nú búinn að segja Bjarni nokkur ára og núna var að hætta. Já, hann hættir ekki. En hann hættir ekki. Það er engin tími komin um mig, Sigurður. Það var nú fjör hjá okkur í B-keppninni í 89. Var ekki 89? Það var mörg að taka þannig sérstaklega handbolti sem stendur hæst á íslensku íþróttalífi og þá var náttúrulega heimsmeistaramóti í Sviss og þá ekki síst B-keppnin í Frakklandi. Ég held að þjóðin og ég hafa aldrei orðið eins ruggluð fyrr og síðan. Já, þið var svolítið heitt í hamsi. Þetta er ógleymanleg útsending. Ég gerði mér nú ekki almennilega grein fyrir þessum þegar þetta gekk nú allt á þarna í París. Hvílíkur slagur þetta var. Hérna var íslenska þjóðin að keppa. Það var ekki eingöngu strákarnir sem voru þarna á vellinum í París, heldur öll þjóðin. Satt límd við þessa útsendingu heima. Það skildi bara engin eitt í þessu. En þarna er ég nú alveg voru að rugglaður, en Sigurinn blasir við og það er nú gaman að sjá þessar myndir aftur. Þarna voru mættir á þennan úrslitaleik 100 manna frá Íslandi, koma hérna flugvél eftir flugvél. Hvað hækkar blóðþrýstingurinn hjá þið mikið þegar þú ert að lýsa svona leik? Ég veit ekki, það hefur aldrei verið mælt. Heldur það sé hægt? Mælega? Nei, ég veist að Halldór Hansen sem Sigurður talaði við hérna, lækninn ágæti, hann nokkuð geta mælt það. Þetta var ógleymanlegur leikur. Annan ógleymanlegan tel ég líka leikinn í Dani á heimsmeistaramótinu í Sviss árið 1986 þegar við unnum Dani með 9 marka mun. Og þá hefur það sennilega verið jafnruglaður. Ég var þarna í París mér hafði síðan sagt af Dönum að ég hefði eyðilagt fyrir útsendingunum. Þarna kemur líka eftirminnilegur atburður. Þetta er tekið fyrir rúmum áratug og þá lentum við svona einu sem oftar í útistöðum við Knattspyrnusambands Íslands. Við náðum ekki upptöku rétti á leik en vildum neita réttar okkar að taka fréttamynd. Höfðum skýlaus ákveðið það í samningum að við máttum sýna alltaf 3 mínútum. En Knattspyrnusambandið beitti það svona smábræðum hérna, starfsmaður sambandsins var mættur hérna og meinaði okkur inngöngu. Baldur Vallastjóri var nú öðru máli, hann lyfti okkur inn. En þetta var mikill daraðadans hérna, starfsmaðurinn laði síðan fyrir bílana og við komist ekki inn. Það endaði með því að keypti miða fyrir mig og upptökumann sjónvarpsins og hljóðmann. Já, í stúku? Nei, við stóðum hérna gegnt stúkunni og stóðum þar bara meðan áhorfenda. Þar var pallur sem ég hafði einhvern tímann komið fyrir, var notað svona fyrir fréttamyndir. Já, Sigurður, hefur þú lent í svona vandræðum? Nei. Ekkert samband? Sko Bjarni fékk allar þessar jákvæðu hliðar í íþróttunum. Ég fékk 14-2. Ég það vist ekki segja næst. Segir það ekki svona nokkuð deginn? Segja það? Jú.